Já, nú ætlum við að tala kannski dauðan eða öll, það sem verra við ætlum að tala böðla. Lára Magnúsdóttir sagnfræðingur hefur verið að leitað böðlum í Íslandssögunni. Mér langar að spyrja fyrst af hverju þetta leita böðlum. Það eiginlega ágætt að spyrja mig að því vegna þess að þetta einhvern veginn svo hræðileg viðfangsefni sem að ég hef verið að einblína á undanfarin ár. Ég hef áhuga á, ég náttúrulega sagnfræðingur þannig ég alltaf bara að lesa heimildir fyrst og fremst. Og ég hef áhuga á í raun og veru réttindamálum, svona grundvallar réttindum sem eru sagt fyrir í stjórnskipunarlögum, hvernig þau koma síðan fram í lögum, hvaða áhrif það hefur, það eru mismunandi stefnur sem að liggja bakvið þetta og alls konar svona stór málefni sem að hafa samt svo endanum mjög mikil áhrif á það hvernig almenningur lifir sínu lífi og hefur mikil áhrif á stöðu almennings. Og sem sagt hver svona formuleg réttindi fólks? Já, og það einhverjar sem sagt núna fæðust við með borgarréttindi inn í einhverju landi, en það hefur ekkert alltaf verið þannig, það eru ákveðin skilir sem þurft að uppfylla hérna fyrr á öldum til þess að fá öðlast réttindi og svo gat verið við einhverjar aðstæður fólk framtíð þannig hluti sem voru glæpir samkvæmt lögum að þá misti það öll réttindi. Og það eru mörg orði yfir það misti landvist sem var landvistarleyfi, það mátti ekki eiga eignir, það gat ekki sinnt neinum embættum eða farið fyrir rétt og eitthvað slíðis og þegar menn eru orðnir algjörlega réttlausir að þá er líka þessi spurningir um hvað gerir maður við svoleiðis fólk og þá var aftaka, ekki kannski öllum tilvikum en langoftast. Og þannig að þessin ég að rannsaka líflátsdóma. Ég hef líka verið að rannsaka bannsetningu sem kirkjan gerði, ég að skoða hvernig þetta spilar saman og ég ber saman tímabila því að það eru nokkur stjórnskipunar tímabil í Íslandssögunni. Já. Og svo Megum við byrja þar bara á byrjuninni því að við byrjum á Já, ég ætla aðeins bara að fyrir ekki hvað ég með löng svör, ég svona nota það að þú sagðir að það væri ekki endilega örstutt, en það sem að gerist að ég fer í gegnum heimildirnar og ég skoða það sem að ég finn, en þegar og svo les ég það sem aðrir fræðimenn hafa gert, en þegar ég reyna að skrifa langa sögum í stóru samhengi, en þegar ég finn ekki hjá öðrum fræðimönnum fullnægjandi upplýsingar eitthvað sem ég að spyrja þá þarf ég að leita því sérstaklega. Og böðlar eru augljóslega hluti af þessu stóra kerfi að því einhver þurft að sjá að drepa sakamannin. Og það böðullin, það sá skilningur sem ég legg í orðið böðull þegar ég að leita því. Og ég fer að leita að því sjálf af því að ég finn ekki upplýsingar það annars staðar. Það mjög lítið verið skrifað böðla og já. En hefur þú fundið í heimildum meira eða þetta furðu lítið með þetta náttúrulega þetta er svona landamæri lífs og dauða, þetta er ekki neitt til starra í það ótrúlega lítið til af heimildum bara aftökur yfirleitt og böðla og ég held að það sé vegna þess að þarna var réttlaust fólk af því þegar það verið að skrifa skýrslur og svoleiðis þá yfirleitt verið að tryggja einhver réttindi eða halda einhverjum upplýsingum til haga og þegar það var búið að dæma réttindi af mönnum og það átt að drepa það, þá þurfti í raun og verið ekkert að skrifa það En eins og væri hundi verið lóað. Hvað segirðu? Eins og hundi verið lóað. Þetta bara réttlaus vera sem tekin að lífi. Já, þetta var kallað landhreinsun. Það bara, og þetta í raun og veru ævaforn aðferð en af því þú ætlaði nú að minnast á byrjunin. Já, því að þú nefndir að það veri dæmt að fólki landvist og þá þekkja maður nú úr sögunni meira þess að vera að dæma menn til útlegðar og annað slíkt. Já. Það man ekki svo eftir svona aftökum beint. Þótt að menn hafi, að það voru aldrei framkvæmdavaldi var bara
ekki til, en fóru bara með það sjálfur. Á þjóðveldisöld, það var ekkert framkvæmdavald og það voru raunverulega svona stofnanir í landinu, nema það má kannski, en nei, ekki þroskaðar stofnanir eða fullburða. Sko aftökur koma í lögum með konungsvaldinu, í raun og veru með Jónsbók 1281, og þá kemur orðið útlegð í merkingunni að missa landvist, að þurfa að rýma landkonung sko, og vera þá gjarnan tekin að lífi. En á þjóðveldisöld á Íslandi þá var hægt að dæma menn til í skógang og þá eru menn skóarmenn. Það er sem steila innanlands, þeir eru dæmdir í útlegð innanlands. En svo voru menn dæmdi líka til þess að fara af landi brotið, ekki? Já, sko, skógangur var bara útskúfun til frambúðar. Já. Og þess vegna er ég að tala um það en ekki fjörbraugskarð, sko. Og ef að mönnum tókst að komast að landi brot þá sluppu þeir náttúrulega, en ef þeim tókst það ekki, og það var ótrúlega ítarleg lögin skógang og þessa menn sem að hafði verið kastað burt, sko. Á þessum tíma þýðir útlegði á íslensku nefnilega að leggja út pening, að borga sekt. En útlegð sem sagt í merkingunni vera brottrækur norsk merking sem kemur ekki fyrir með konungsvaldinu. Þetta var nú bara innskot. En skógangsmennirnir, það mátti drepa þá og átti kannski að drepa það, sennilega hafa langa oftast verið drepnir og maður, sko, ef ég ætla að fara að geta í eyðurnar og segja eitthvað svona rosa spennó sem að ég hef samt ekki nema eitthvað svo mikið fyrir mér í, að þá skil ég lögin frá þjóðveldistímanum þannig að skógangsmaður hann er bara, það má ekki hjálpa honum, hann má hvergi vera en það mátti drepa hann, sá sem ætlaði að vega skógangsmann þurfti samt að gera þá ákveðin hátt og hann gat krafist greiðslu fyrir og sá sem hafði sótt mannin til saka upphaflega átti þá borgunum. Ég held að, ég skil þetta svona, ég held að það sé rétt hjá mér, en sko, ef maður bara fyrir að hugsa um þessa stöðu, það er haldið, sko, þá er þetta einhvern veginn líka að það hljóta verða til einhverjir úlfar sem koma bara og hugsa sér gott í klóðarinnar. Sækja þennan pening. Svona bara eins og refaskiptur eða sem að geta sótt. Það hlýtur eiginlega að vera, sko, því að venjulegt fólk er ekkert að hlaupa upp á fjöll til þess að verða, eða fólk sem á eitthvað, eða þannig að eins og ég segi, ég er bara giska á þetta, en Þannig þetta var eins og dauðadómur, en bara með seinkaðir í aftöku. Já, nema það fór ekki fram þessi formlega aftöku. Það er ekki neitt yfirvald sem hefur þetta hlutverk. Þannig ég held að sko það að drepa sakamenn hafi ekki verið nei nýjung þannig séð í augum Íslendinga þegar að konungsvaldið kom, þótt að það væri samt gerbreyting á kerfi náttúrulega og mikið nýtt í því. En það eru, sko ég finn fyrstu heimildirnar, eða sem eru ekki heimildir, það eru annála frásagnir af aftöku, sko eru 1331 sem er þá dálítið löngu eftir 1281 þegar að þetta kemur í lög. En ég finn svona, mér minnir að þessu 325 aftökur sem að maður getur litið á að sé einhvern veginn staðfestar á fram til 1792, ég hætti þar, sko. En svolítið misjant hver er tekinu lífi, þú veist, fyrir hvað glæpi og eitthvað svona, þú veist, að nokkru leiti það er svona grunnur, þú veist, morð og þjófnaður er alltaf, en þú veist, það kemur 325 held ég að ég hafi fundið. Frá hvað, þá 1200 til 17, eða til loka? Já, ef við bara í stórum dráttu getur sagt 1300 til 1800. Það er svolítið mikið, það er eiginlega eftir 2 og 3 ára fresti. Já, eftir að fara að reikna þetta út, sko, og sjá hvaða sveiflur eru í þessu eða hvort maður sér þær og eitthvað, sko. En ég meina það er til dæmis tímabil sem er verið að brenna fólk fyrir galdur. Það er tímabil það sem miklu lengra tímabil, en samt sem áður tímabil þar sem fólk er tekið af
lífi fyrir sko dulsmál að drepa hvítvoðung áður en skýrður. Það eru hérna það tímabil þar sem menn eru teknir að lífi fyrir hór og blóðskömm. Þetta svona, en svona, getur sagt morðþjófnaður og tæknilega svona landráð líka allan tíman eins í og einhver framkvæmdu þetta. Já. Einhver batt fólk og hendið í trekkingarill. Já, og þetta daldið svona hræðilegt að vera að velta því fyrir sér. En sko þetta ég búin að vera stúdur og þú veist hvaða brot, hvernig fór dómur fram, hvernig var byggt á lögunum, þú veist þá er alls konar eins og í réttarkerfi mikil áherslu á hvernig skipað í dóm og allt verður að fara eftir réttum lögum, annars bara málaferlin kærð og kannski bara þetta að falla sjálfsig sko og alls konar, en í lögunum stendur mjög lítið aftökuna sjálfa. Það kemur fram að menn eru sem sagt dræpir fyrir ákveðið og svo segir að sýslumaður eða umboðsmaður konungs á að finna mann til að drepa þjóf til dæmis og það eiga bændur að fylgja honum til dráps og sem vitni þá til þess að það hafi sannarlega verið drepinn? Ég held að það sé það að þessi annars vegar vitni og hins vegar þetta kannski svona eins og svona móralskur þrýstingur því að þessi bændur sem átt að fylgja til dráps eru náttúrulega þingmennirnir sjálfur. Það eru menn sem eru sjálfur skipaðir í alls konar dóma og svona, þannig að þeir verða þá kannski líka í leiðina þess að horfast í augu við að hvað það sem þeir eru að gera sko. Ég ímynda mér það. En lögin eru mjög fáorð þetta og þá kemur að þessu með böðulinn bara hvernig fann umboðsmaður konungsmann til að drepa þjófinn. Hvort það var bara menn eru sko ekkert að falla frá og látast í þessum lögum skilur, þetta bara stendur bara beinlínis til að drepa skilur og til dráps. Það bara það sem verið að gera. Og voru þá einhver ákveðni menn sem voru böðlar? Það nefnilega spurningin sko. Svo fer ég bara fyrir að hugsa með mér, ég ætla að fara að leita að böðlum og ég orðið böðull, þá bara hugsa ég ætla að nota það sem útgangspunkt og bara leita í heimildunum að þessu orði og í náttúrulega leiðinni að ýmsu sem að ég gæti sagt mér eitthvað sko. Og ég leita að nafngreindum böðlum, einhverjum málum og svona og svo reyni ég að gera þetta svona skipulega og niðurstaðan eiginlega alveg ótrúlega. Það til dæmis bara 2 nafngreindir böðlar sem hafa unnið einhverja tiltekna aftöku og annað sko Jón Arason og synir hans sem spurning, minna margir segja hún hafi verið án dóms og laga. Þannig ef að það ekki, þá bara einn böðull nafngreindur í samhengi við sko beinlínis aftöku, eina aftöku og ég var svolítið hissa á þessu. Hann náttúrulega bara Jón. Og hann sem sagt var gamall og krassaði 30 sinnum þar sem hann var að reyna að höggva höfuðið af Birni Þorleifsinni minni mig 1600 og eitthvað snemma á 17. öld. En sko það sagt og bað Björn hann þá að höggva festar eða? Nei, var það ekki, voru það ekki þeir þarna? Ég man það ekki alveg, maður verður svolítið ruglaður. Það allavega til sögur á Íslandum það að böðlarnir hafi ekki verið og exirnar hafi ekki verið vel brýndar. Það nefnilega, það verið einhver skrapatól. En það eru þessi 2 mál. Nei, það var ekki þessi ég man ekki alveg hvernig þetta var með Jón Arason. En það þetta mál og af því urðu afleiðingar. Það var sem sagt bara yfirvaldið var ámynd fyrir það að hafa valið mann sem var ófærum að gera þetta og þannig að sem sagt það álíka segja manni það að sú saga ekki dæmigerð. Svo önnur saga. Þarna kemur fram að ef hann ámyndur fyrir að hafa valið þennan gamla mann sem ekki réði við þetta, þá eins og að sé að þeim dæmdi ég rétt á að deyja án mikill sársauka.
Þannig það svo hann hafi svona smá rétt. Það því þú sagðir áðan að þeir væru eiginlega bara... Já, ég veit ekki hvort það er beinlinis hugsa sem hans réttur en sem sagt það samt skylda að aftakan má ekki fara fram af heift og ekki reiði og sko það má ekki vera neitt í en engar tilfinningar, þetta á bara að vera gert svona sko, þannig að það segir sko til þess að verða ekki að atlægi. Það er líka náttúrulega niðurlægandi ef að það berst íslenska embættismenn að þeir geti ekki einu sinni valið réttan böðul. En svo önnur frásögn í annálum annan mann dálítið seinna á 17. öldinni sem að hét náttúrulega Jón Síusson eða eitthvað og hann var sem sagt, það eruðu til miklar sögur hans aftöku að öxin hafi undist upp á blaðið og það fundist alls konar eitthvað galdradóti í fötunum hans og skónum hans og svona hitt og þetta og eftir og það kemur fram í annálunum að það hefur verið mikið talað það en sko hann sagði þar stendur líka í einum annálan hafi krassað 30 sinnum og það finnst mér ótrúverðugt ef það verið að nota þetta óvinnulega orðalag, það sama talan eins og í hinu málinu. Þannig að sko það gæti líka verið að blandast eitthvað saman. En ég, sem sagt, það sem ég finn einhvern veginn ekkert endilega þannig að maður viti hvað maður á að gera við það sko. En það sem að mér finnst samt sko standa upp úr sem einhver svona fræðileg niðurstaða held ég, að það var ekki, sem sagt, böðulsstarfið var ekki starf. Nei. Það var ekki embætti, hann hafði ekkert vald, hann gerði bara það sem honum var sagt að gera og hann fór ekki með neinar bænir eða sko, hann var ekki í búningi. Ekki með hettu, þannig að hann var óþækjanur. Ég hef engar heimildir hettu, en sko það má vera nokkuð viss það að þetta hafi verið kallmenn, að jafnaði haft sérst andlega og líkamlega burði til að gera þetta. En það eru líka sem sagt, eitt af því sem að maður hefur trúað og hefur sagt, sem sagt, meina ég kannski öllu heldur, að það hefur verið valdir sakamenn í þetta. Það eru heimildir sem sýna það að það var engan veginn ætlun kerfisins og það koma upp mál það sem sko kært að þessi sakamaður sem eigi að hýða þessa tilteknu konu og eitthvað svo leið sko. Voru þeir líka í því, í hýðingum og það böðull? Það líka notað böðull en ég reyni nú eldast aðalega við hitt aftökur en þegar ég finn eitthvað svona markvert þar sem að orðið böðull kemur við sögu þá hef ég líka skoðað það sko. Það eru til heimildir það að einhverjir hafi fengið að einhverjir sakamenn hafi samið það að verða böðlar en maður veit svo sem ekkert í hverju það felst sko. Og það hefur verið refsilækkun á móti eða? Það nefnilega alveg greinilegt, það ekki refsilækkun á móti en hins vegar getur verið sko að það sé, og það alveg augljóst líka af heimildunum að það ekki auðvelt að finna böðul alltaf sko, stundum teksta ekki eins og var það fresta aftöku á alþingi hugsaði. Ekki eftir sem að verða að taka þátt í þessu? Nei. En sá sem að var búin að hljóta dóm og hafði verið refsa, hafði kannski sjálfur verið hýttur eða brennimertur eða eitthvað, hann ekki alveg réttlaus en hann samt með skerta stöðu og jafnvel réttindi og þetta langflestir Íslendingar bara eignalausir og allt það. Svoleiðis fólk gat mögulega átt erfitt með að útvega sér starf eða fá vist og það getur verið að fólk í þeirri stöðu hafi kannski sóst eftir því að fá þá einhverjar krónur eða hvað það hét, dali eða spesjur eða hvað það hét fyrir svona verk og það augljóslega sem sagt til að sakamenn sem sagt taki svona að sér en ekki til refsilækkunar og en maður bara veit ekki neitt í hvert sinn þurfti sýslumaðurinn að útvega þennan mann. Ég vona þeirra vegna að þeir hafi verið oft með einhvern í takinu og hafi ekki þurft að vera að finna nýjan í hvert skipti. En ég held líka að það geti alveg verið að þótt einhver hafi kannski verið til í að
að hýða fólk með keyri og eitthvað svona, að sami maður hafi sagt ég ætla ekki að taka að mér að drekja konum eða brenna fólk á báli eða... En hérna, nú er fólk þessi menn að taka aðra manneskja lífi og ég hef ekki verið að hugsa mikið böðla en svona, þetta með hettun og svona, ég hef skilið það þannig að einhver þarf að gera þetta í samfélaginu en þessu fylgir skömm og ég fylg útskúfur þess að fá þeir þessar nafnleynd sem að felst í því að þeir eru óþekkjalegir með þeir að fremja þetta. Það er kannski ekki hægt að framkvæma það í fámenninu hér. Ég sé engar vísbendingar að það hefur verið gert hér. Og ekkert það að þetta hafi verið fyllt mönnum að þeir hafi drekt 3 konum og hálsökið einn mann. Nei, og þetta náttúrulega dæmigerði hluti sem að rata ekki í formlegar heimildir, skilur, og þannig að það ekkert það, en sko, maður getur bara ímynda sér það að þetta sé ekki, það hef ekkert alla langa til að vera vinir þeirra, en í sumum tilvikum var það kannski svoleiðis fyrir, ef það voru dæmdir ofbeldismenn eða þjófar eða eitthvað, sko. Svo ekki spurning sálarheill, en það fólk trúað á bóðorðin og þar stendur að maður ekki menja sko máli það er vel að fyndi að það til dæmi þetta að það einhver prestur sem að fekk mann þetta á 17. öld einhvern strák til þess að taka að sér að vera böðull til þess að einhvern veginn að bæta upp það að hann hafði ekki tekið sakramenti og eitthvað en þetta bara kært og presturinn dæmdur, þetta náttúrulega bara rugl, þetta má ekkert. Skilur. Og mönnum sálarheill fyrir að drepa annan mann? Nei, ekki einu sinni hýða annan mann eða eitthvað, skilur, og svo þetta bara, þú veist, pressembættin voru náttúrulega ekki, átt ekkert að sjá þessi mál þar fyrir utan en það maður sér það samt líka á þessum málum að það er form á, sko, kerfið heldur sínu formi, þannig að það er hægt að kæra svona, sko, þegar eitthvað vitlaust farið að og þá er það tekið fyrir og það komist að niðurstöðu, þú veist, annarkvort má það eða má ekki, sko. Það verður að vera skikk á þessu svona. Já, ég segi bara eins gott. En með sálarheillina, hérna, þú hefur ekki dreikist á neitt það sem að menn að velta þig fyrir sér hvort að það sé á það hættandi að hérna koma í himnaríki og hitta Liklabjötur og segja að maður drefn mann en sýslumaðurinn hafi sagt mann að gera það, ég ekki að taka sér svo því að ég hef ekki séð þetta Liklabjötur takit mark á því, það ekki víst. Nei, ég hef ekki séð þetta, sko. Þetta er svona sálarglemma böðulsins, eða ekki? Hann að fremja lögformlegt ódæðis. Sko það stendur í lögunum að það, sko, megi syndlaust gera þetta. Sýnst að það sé syndlaust, þannig að það eiginlega búið að segja það fyrirfram að þetta sé ekki synd, sko. En sko, svo svo margt sem til dæmis eins og í Danmörku, sko, sem bara miklu fjölmennar land og það þéttbýli og þótt að þessi sömu og samskonar lög að þá framkvæmdin, sko, öðruvísi, hún verður náttúrulega að vera praktísk, skilur, það voru til dæmis sett lögum það í Danmörku sent á 17. öld sem gilt á 18. öld alls konar einhverjar serimóníur í kringum aftökur þar sem átti að, sko, vera klípa fólk með glóandi töngum og ganga með það milli staða á leiðinni að hvað heitir það, aftökustaðnum og þorpsbúar áttu allir að koma út og horfa á og eitthvað svona. Svo liði nú einhver 50 árið eitthvað þangað til að var reynt að setja þessi lög á Íslandi og íslenskir embættismenn sögðu bara við konginu þetta ekki hægt. Nei, ég meina þetta bara, það bara allt og langt á milli staða, það þarf kannski að fara lengri leiðir og fara á skip og alls konar til þess að þetta ritual sem að þau voru búin að búa til gengi, þannig að það var ekki, til dæmis, það bara við vitum að það var aldrei hér. Var kannski reynt að búa það til þegar Agnes og Friðrik voru tekin að lífi, sko, sem löngu eiginlega eftir, þá ekki búið að taka neinna líf á Íslandi lengi.
og þá voru þau náttúrulega í vandræði með að finna böðul en var að lokum sem sagt bróðir annars Myrtu. Svo bóðu upp á hefnd trúlega. Já, og það eru fleiri dæmi þetta en það í raun og veru hefði ekki átt að leyfa það eftir því sem að mér skilst, sko, ef menn hefði vandað sig almennilega. Og það eru þetta þannig með alla hluti stundum fyrir eitthvað úrskeiðis en maður sem sagfræðingur þá reynir maður að finna regluna, sko, skilja hvernig þetta átt að fungera og hvað það var sem að átti að gera og var verið að gera og þá skilur maður líka hvers vegna stundum var eitthvað ómögulegt, sko. En svo eru sko þetta með að orðið böðull, það kemur ekki inn í íslensku fyrir á 16. öld og það danska. Og þetta orð á íslensku alveg eins og í dönsku hefur miklu fleiri merkingar heldur en það að vera sá aðali sem tekur menna lífi fyrir þetta var íllmenni og nýðingur. Já, föyti kannski ekki alveg nýðingur en svona íllmenni föyti. Þetta var að fataböðull? Já, skóböðull. Og það það sem að ég að því að ég ætla sko, ég nú að fara að flytja fyrirlestur þetta sem líka tengist sko bókmenntum. Að ég held að við höfum aftökur það svo rosalega margt sem að ég átta mig á bara hugmyndir sem maður með frá útlöndum, úr bókmenntum og bíómyndum og þær eru kannski réttar á einhverjum tíma og á einhverjum stað en ekki endilega á Íslandi á 16. og 17. öld sko, 18. öld og á 14. öld var sko kviksett, fólk kviksett en það virðist hafa hætt. Talandi það, má ég spyrja því að þú ert að skoða þetta þú lítur að hafa rekist á bara alls konar aðferðir sem eru notaði til þess að drepa fólk. Það er drekkt, brent, kviksett, hálsakið. Já. Svo mögulega líka til bara sko limalát náttúrulega líka til. Það eru högnir útlimir af fólki og það er nú ekkit mjög líklegt að það hefur lifað það af eða verið ætlast til það sko. Þess að það er dæmt til þess að missa hönd eða var það drepið með því að höggva því allan limina? Þetta er líka athyglisvert sko, að því það sko, lögin eru lengst af og oftast en samt með náttúrulega undantekningum segja ekki hvaða aðferð átt að beita við aftöku en þau segja en það er sem sagt dómur sem dæmir hvort menn eru sekir eða sakleysir, kannski dæmdur til útlegðar og dauða en það er annað apparat sem sýslumaðurinn eða umboðsmaður konungs sem að ákveður hver refsingin og hann segir böðlunum hvað hann á að gera. En það myndast hefðir mjög snemma sko, og eru bara til frá Noregi frá elstu tíð sko, að það er þjóruhengdir og hengdir á gálga eða ekki kyrtir jú, sko þetta er sko annað mál sem ég hef mikinn áhuga á það að henging á meðan það tíðkast allan tíman sem það tíðkast á Íslandi þá var henging sagt, sama á kyrking vegna þess að þessi snara sem að við höfum lært að sér til sem með einhverjum svona snúningi sem að heggur niður á banakringluna og eitthvað svona. Þetta víst bara eitthvað sem kappójar fundu upp á síðara hluta 19. aldar, skilur Þannig að menn voru í raunverulega hengdir upp og þetta það var verið að kyrkingin var það sama og bara hengdir upp. En það kyrkingur, ég held að sé á Spáni hafi verið sem lengi kyrking og þá það sko spýta sem snúið aftan á. Já, en það sem ég að reyna að segja bara þetta var kallað kyrking líka, skilur, það bara menn litu á henginguna sem kyrkingu, menn voru hengdir upp og þá kyrtust þeir. Þetta er náttúrulega svo óhugnulegt að það liggur við, maður þurfa að vera með trigger warning en sko þetta náttúrulega
Þetta er sendt út á kvöldi, þannig að börn eiga að vera að vera að sofa. Já, en sko þeir eru, og það er ekki að sjá heldur að það sé, núna var ég að segja sko áðan hverju eru valdir í þetta og það verður að vera einhver sem maður getur retta þessum hlutum. Skilur, hann verður að geta útbúið stað, sko þeir hafa sjálfsagt einhvern tíma verið smíðaðir svona gálgar, en svo virðist það ekkit endilega hafa verið, en það verður að vera einhver sem kann að skrúa og festa og getur útvega, skilur, þannig að verkmaður. En það sem ég ætla að segja áðan var í sambandi við skáldsögurnar og svona að frægasti böðull Íslandssögunar er Sigurður Snorrason sem Jón Hreggviðsson var dæmdur til að drepa, fyrir að drepa og er í Íslandsklukkunni er sagt, þetta mál notað. Var hann böðull eða kallaði Jónan bara böðull? Böðullin, sko böðulls heitið á, það er enginn í heimildunum eins oft, bara í íslenskri bókmenningu kallar eins oft böðull eins og þessi maður. Það er hins vegar ekkert sem bendir til þess að hann hafi verið böðull, en ég sé ekki betur en að alltaf þegar hann er kallaður böðull þá sé það komið beint eða óbeint frá Jóni Hreggviðssyni sjálfum. Og ég held hann hafi bara verið að kalla hann óþokka og reyna að gera lítið úr því að hann hafi dáið, sko. En hvort hann drap hann eða ekki, það er nefnilega í alvörinni líka, skilur, var allan tíman svona, ekkert alveg ljóst að það hefði átt að dæma Jón fyrir það, en þessir menn, hann og Sigurður, það bendir flest til að þetta hafi ekkert verið neitt sérstaklega penir gæjar, skilur nei. Og Jón leggur svolítið áherslu á það með því að kalla hann alltaf böðull, þannig að til ótrúlega miklar heimildir Jón, sko og hann vildi festa þetta við hann og þannig að, já, og hann til dæmis hitti Jón ekki, Jón var einsinni hittur og þá var Sigurður löngu dáinn, sko. Hann er látin gera það í Íslandsklukkunni og þá er hann látin vera í sko hempu og fara með bænir og gera alls konar og hafa vald yfir Jóni, hann lætur hann fyrst sko vinna fyrir sig, sko, áður en hann þetta passar ekki við það sem að nei, þetta passar nefnilega ekki, sko. Þetta getur verið tilheyrt einhverju miðavróp, sko. Mögulega, ég held samt að Böðull hafi aldrei haft þetta vald, ekki haft vald til að segja mannum fyrir verkum. Eitt sem Böðull gat þýtt, það gat þýtt smali, þannig ef maður kallaði Böðull þá gæti hann hafi verið smali. En ég held að það hafi líka þeir menninir sem að unnu við að það er til sko kemur stundum fyrir orðið Bessastaðaböðull eða Böðullin á Bessastöðum. Langan tíma voru sakamenn hafðir í gæsluvarðhaldi á Bessastöðum. Það var ekki refsifangelsi og ég held að böðlarnir á Bessastöðum hafi verið fangaverðir. Sem að kannski hafa séð aftökur ef að áþurft að halda. Já, sko, það var ekkert verið að taka fólk að lífa á Bessastöðum, þannig að það er ekki beint samhengi, skilur. En ef að hins vegar það gæti verið að það væru menn litu svo á að Böðullinn á Bessastöðum væri nóg mikil skítall til að vilja gera þetta svo þegar sýslumenn hafa kannski haft samband við hann, sko. Og það er til ein heimild þar sem að er sagt, tekið fram að Böðullinn á Bessastöðum hafi framkvæmt einhverja tiltekna aftöku en hann var ekki, viðkomandi var ekkert aftekina á Bessastöðum, skilur, en þá er kannski bara eiginlega verið eins og nafngreina Böðull með því að segja að það hefur verið fenginn maður þaðan, sko. Ég ætla að spyrja þig aftur aftökunar, kyrking sem var eins og henging. Já. Kviksetning á 14. öld er konumdrekt eftir aðalega sem sagt eftir að stóri dómur kemur, þá er konumdrekt en stundum var fólki drekt, það var konudrekt í öðru samhengi sem hafiði drekt barninu sínu, þá er henni drekt til þess að láta hana sko refsa með sama hætti og hún hafði, drekking, og limlesting. Já, limlestingar eru stundum bara með ef glæpirnir eru sérlega grófir og hræðilegir,
þá eru limlestingar og mennur limmarður og högnir og alls konar og líkin hengd upp eins og stundum sett í þá aldrei einu lagi sko, stundum sett og hérna höfuðið og hendurnar og eitthvað svona hengt upp og þetta er ekki og svo náttúrulega hálshögnir menn svo hálshögg sem bara algengast fyrir morð og svona já ég ætlaði næstum því að segja svona kallmannlega glæp. Já. En svo þegar við komum nær okkur í tíma, kannski út fyrir það tíma sem þú ert að skoða, þá er verið að senda menn utan til þess að því þá er eins og það sé enginn á Íslandi sem að það á til dæmis við Bjarna á 700 ár sem að senda til Noregs. Já, ég sko er þá finnast þá ekki menn á Íslandi til þess að gera þetta? Ég veit ekki annað dæmi. Þetta er einu dæmið. Þá er alveg orðið sko 1805 minni mig þegar hann er sendur út og þá hafði verið sko erfileikar að finna böðul en það var nú samt búið að finna einhvern sko sem hafði löngu áður tekið af einhvern í Skagafirðið eitthvað. En það eru fleiri hluti sem ég þekki ekki alveg nógu vel. Ég held að yfirvaldið er þá líka bara einhvern veginn að jafnvel að komast á skoðun og það ætti bara að koma á því kerfi að menn séu færðir úr landi sko til þess. En svo eru bara svo eru síðasta aftakan í svona samfelldri sögu er 1792 og síðan eru þessi mál þarna með Bjarna, hún Steinunn deyr og hann er sendur út og svo líða bara 40 ár þangað til að Agnes og Friðrik eru tekin af þarna með hálshöggi eftir í einhvers konar athöfn sem virðist vera svona eins og eftirlíkinga af því sem að stóð í lögunum ætti að gera í Danmörku en Íslendingar höfðu aldrei gert áður, þannig hún er eiginlega svona daldið af öðrum toga heldur en því Íslendingar voru eiginlega hættir að gera þetta þegar En á hverju takar þetta upp? Þótti glæpur eins og hryllilegur? Ég rannsaka það ekki en þetta var náttúrulega óvenjulega hræðilegur glæpur sko, hann var svo svakalegur að það ég get ekki séð að það hafi verið sko nein ástæða til þess að vera efast að þeirra upp að staðið að það ætti að þau verðskulduðu hérna döðadóm og okkur það var ekki sendt í burtu ég veit það eiginlega ekki en þetta var alveg sérlega sko hryllilegur glæpur. En þínar rannsóknir eru réttindi fólks þá hefur líklega meiri áhuga á þeim sem eru dæmdir til dauða heldur en þeim sem að fremja því að það er verið að náttúrulega dæma fólki réttind til þess að vera á lífi það er ekki að það ganga lengra. Takk fyrir að vekja athygli á þessu það er náttúrulega einmitt þannig því að ég hef ekkert þennan morbid áhuga sem að fólk gæti kannski haldið að ég hefði þegar ég er að skoða þetta en að sumu leyti þá held ég að það sé líka ágætt að aðilinn sem rannsakar svona hafi raunverulega ekki áhuga á því ég segi svona hérna að því að ég sekk mér ekkert onni þetta sko onni þú veist onni hérna smáatriðin að öðru leiti en því sem að er bara svona praktist þarf að svara sem til dæmis hefur leitt með þeirri niðurstöðu að það hlýtur að hafa verið líka hluti að böðulsverkinu að grafa líkið. Skilurðu það? Einhver hlýtur að hafa gert það og ef það verið að kaupa einhvern kall til að gera þetta þá myndi ég allavega að láta hann gera það líka. Það var nú dísjöð, það var ekki brint grafið. Þetta var hérna fólk sem hafði líka mist réttin á því að liggja víður í mold. Já, það var ekki sungið yfir því og það var ekki víður mold og svona og það voru alveg skilyrði fyrir því hvar þurft að grafa sko eða hvað mátti gera við aftekinn mann sem sagt líkið af honum en sem sagt reglan var svo að það var grafið en það má alveg kannski kalla það einhverjum hinum og þessum nöfnum sko. Sverrir konungur setti lögum það að það ætti að grafa lík aftekinna manna í bara á seinni hluta 13. aldar sko. Fram að því sko eru vísbendingar það að Norðmenn hafi til dæmis bara látið menn hanga í kálka sko. En það hefur ekki verið gert sko. Nei. En ástæðan fyrir að fólk er dæmt það er náttúrulega margt fólk þarna sem var dæmt fyrir eitthvað sem að vera ekki svona refsing við í dag.
eða hvað? Já, Galdrar. þessu skrítið þegar maður er búin að vera svo lengi onni í þessu, þá er ég fann að hugsa svo allt öðru sig þetta heldur þegar ég byrjaði. Svo miðaldamanniska. Já, kannski, ég veit það ekki. Nei, ég galdrar til dæmis, já, það má galdra. Galdrar, sko, svona, ef maður hugsa galdrar alveg í stóra samhenginu, þá eru galdrar sko líka falsfréttir. Skilur, það er að setja kvitt svona. Ég bara alls konar, skilur, það má galdra og það má selja alls konar efni og kalla það fæðubótarefni og eitthvað og enginn veit hvað er í því og svona. Það má í dag. En það má ekki sko gefa fólki eitur eða skera þau upp eða eitthvað án sem kunna tilverka. Þannig að sko það er í stóra samhenginu þá er þetta líka sem fellur undir galdra, skilur hvað ég meina. Og þannig að ég held að flestir þessir sakaflokkar eru nefnilega þannig að þeir eru ekki alveg horfnir, ekki eins mikið eins og við kannski heldum að þeir væru, en þetta er alltaf spurningum sem sagt, hvernig eru þeir skilgreindir og það er hugmyndafræðilegt, sko. Þá fyrir að skipta máli, þú veist, kemur það úr þessari átt eða hinni átt, að því löggjafinn hefur aldrei verið frjáls, sko, ekki allavega síðan Íslendingar tóku kristni, þá hefur hann alltaf verið bundinn af einhverju þegar hann er að setja lög, sko. Einhverju hugmyndafræði, einhverju stofnun, einhverju, bara alveg svo nú gerum við alþjóðasamninga og svona. Og Íslendingar gerðu til dæmis, eða Noregs konungur og Íslendingar gengust inn að þá 13. öld, sko, bara samning við Rómakirkjuna og þannig að sem sagt það er lærdómurinn, fræði, mennskan, vísindin sem að liggjað baki því sem að ráða því síðan hvernig lögin, maður getur ekkert sagt hvað sem er, sko, eða sett hvað sem er í lög. Alveg eins og bara við erum með Evrópusambandi núna, við erum bundin því, við erum með samninga þar við viljum vera hluta þessum heimi og þá getum við ekki sett lög sem er algjörlega á skjön við það. Ef við gerum það, þá verðum við eins og villutrúamennirnir á miðöldum og þá bara förum við og tilheyrum einhverjum öðrum heimi, skilur, þá verðum við ekki lengur með. Og þetta er, sko, búið að vera við líði miklu lengur heldur en ég held að við horfumst venjulega í augu við, sko, og segjum til dæmis glæpirnir sem að stóri dómur sem er settur eftir síðaskipti og er löggjöf sem gerir það verkum að fólk sem að hafði brotið af sér og hafði í alvörinu verið fundið sekt hór eða alvarlega hór er framhjáhald eða alvarlega blóðskömm sem er að sofa hjá einhverjum skildum ættingja. Það var eftir að stóri dómur kom til þá var farið að taka þetta fólk að lífi. Það var ekki gert fyrir áður en stóri dómur kom. Þetta er skilgreiningar atrið, þetta er svona hugmyndafræðileg afstaða sem að ræður því hvort að manni finnst að þetta fólk eigi að njóta ákveðnar sérstöðu meðal glæpamanni eða hvort það eigi bara refsa þeim svo öðrum glæpamannum, skilurðu. Þessar sakir eru meira og minna en refsiverðar í lögum bara undir öðrum formerkjum. Ekki undir þeim formerkjum að Guð banni það, heldur sem sagt, nú segjum við ef að maður sefur hjá dóttur sinni þá hlýtur hann að hafa beitt hana ofbeldi og hann hefur þá er þá sekur alvarlega glæp en munurinn er nú sko að sem sagt, nú er ekki gefið eiginlega séns á því að hún sé líka sek kannski, ég veit það ekki. En svo er til dæmis bara systkini mig ekki svo saman og það eru engin sérstök rök fyrir því önnur heldur en það okkur finnst það bara viðbjóðslegt. Það er heldur ekki viðurlög við því eða? Það er allavega langt síðan einhver hefur verið. Jú, það held ég nú frekar ekki, en mér minnir það að við komum upp máli í Danmörku fyrir ekki svo allöngu að en sko þannig það sem ég er að segja er að það eru
Það eru rosalega miklar breytingar og þau geta haft verið upp á líf og dauða fyrir einstaklinga en bæði í skilgreiningu og glæp og aðferðum við að refsa fyrir það eða viðurlögunum sem beitt. En og til að segja að það hafi minna breyst heldur en það svona eitthvað sem sko, það ekki lengur tekið af lífi fyrir þjófnað, það löngu hægt. En það var alveg bara eitt af aðalmálunum, sko. Já, þetta hefur ótrúlega margar hliðar og gaman að sko reyna að ganga í hringinn og horfa á það. Ég ætla að spyrja það eitt í viðbót. Rannsóknin sem að liggur á baki dómana. Já. Ég man ekki alveg hver svona áætlaðar tölur eru í Bandaríkjunum, hvað eru margir sem eru á dauðadeild og eru líklega saklausir. Ég held að slagi upp í 10% allavega. Þannig það verður allavega 350. Við getum ekki miðað við nútíma rannsóknir og nútíma réttarfara, þá getum við gert ráð fyrir allavega 35 að þessum hafi verið bara saklausir af því sem voru dæmdi fyrir. En hvernig skoðaru það? Hvernig var hversu gaumgæfilega þetta var rannsakað? Nei, ég geri það ekki og ég veit ekki hvort það eru forsendur fyrir því, sko, stundum sér maður dóma sem að maður hugsa þetta nú meira rugli, sko, og það til dæmis, það náttúrulega eitt frægur dómur sem að sko, blóðskammar dómur feðgin, þar sem að hún segir að hann hafi nauðgað henni en hún samt dæmd til dauða sem að ég held bara, öllum hafi alla tíð þótt bara að vera alveg fráleitt en það var samt þannig, sko, og kóngurinn staðfesti þann dóm og þannig að það svona málið með Jón Hreggviðsson það hann var bara dæmdur á líkum, sko, það ekki eins og víst að maðurinn hafi verið myrtur sem hann var dæmdur fyrir að myrða, sko og hann að lokum náðaður, það endar með því þannig að sko, nei, en ég fer ekki onni í þær forsendur en ég vona að mínar rannsóknir, sko, það sem að ég sé af þessum kerfum og hvernig þetta fungerar að það geti verið hjálpað einhverjum sem ætlar til dæmis að rannsaka þess að setna að hann skiljið þá kannski einhver leiti betur inn í hvaða kerfi þetta allt saman, sko og þá ég ætla að segja áðan að ég bara ég held að sé að fólki þykir það fróðlegt, mér finnst það allavega mjög fróðlegt að sko, við erum að tala þess að stóradómsglæpi og sifjaspell sem að þýða annað núna í lögum heldur en þau gerði þá og eitthvað svona en sko hugtakið kynferðisbrot. Hvenær heldur þú? Viltu giska á hvenær það kom til sögunar? Kynferðisbrot. Ég þori ekki að giska. 1994. Já, hugtaki bara ekki, en það var til náttúrulega nauðgun og annað áður. En það akkurat þetta, skilur við, þegar maður að lesa þessar heimildir og skoða þetta, þá verður maður að vita í hvað hugmyndakerfi maður og hvað lagakerfi á hverjum tíma. Að bara sko það að hugsa með sér, mig langar til þess að skoða kynferðisbrot á 17. öld. Það ekki neitt. Já, þá maður bara, þú veist, það strax út af fyrir sig eitthvað sko problematíst, sko, maður verður þá einhvern veginn að laga sig að því og til dæmis lög á fyrri tíð nauðgun, þau voru allt annars staðar í kerfinu heldur en blóðskammabrotin, sko. Það voru ekki sömu embætti, voru ekki sömu lög, bækur, sko. Og það var ekki sömu embætti og þú veist, þau voru bara algjörlega að sitta hvorum endanum og þetta finnst manni það þarf svolítið aðlögun í höfðinu á manni til þess að skilja þetta einhvern veginn, sko, og fara að taka alvörinni marka á því og hugsa þannig en það líka það sem skemmtilegt finnst mér, sko. Já, Herðu Lára, við lögðum að staðið að leita að böðlum og voru náttúrulega að skoða aftökur og glæpi og refsingu á langa tíma. Takk fyrir að koma hérna við rauða borðið og spjalla við okkur. Takk fyrir búið. Ég ætla að